Þá það 7. liður. Nei, 7. liður ásakið. Hlíðarfjallsvegur, deiliskipulagsbreyting vegna smáhýsa og til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrárliði 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 28. maí 2025. En þá var lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 drög að deiliskipulagsbreytingu fyrir virkjun á Glerárdal sem felur í sér að útbúin ný lóð fyrir húsnæði fyrir heimilislaust fólk með fjölþættan vanda. Ásamt innkomnum umsögnum frá Norðurorku og Minjastofnun Íslands. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem stefna húsnæði fyrir heimilislausa kemur fram. Tillaga þessi komin til umræðu og afgreiðslu. Við þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elmu Eysteinsdóttur fyrir, orðið laust. Enginn sem vil tjá sig hér, þá ber ég bókun að bæjarstjórn samþykkir að tillaga deiliskipulagsbreytingu fyrir virkjun á Glerárdal verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem stefna húsnæði fyrir heimilislausa kemur fram. Þau sem samþykkja. Það eru allir.